Það væri vonbrigði að koma inn að suður og tapa á þennan átt. Það var hörkuleikur. Já, ég held að allir gerði sig grein fyrir því að þetta er bara svona ríkti leikur og myndi ráðast þarna á síðustu mínútunum og jafnvel sekúndunum. Já. Sem að síðan rauninni, ef myndum að skoða bara leikinn sem liða í vetur, þá er þetta búið að vera bara alltaf, já. Þetta hængur á liðinu, þetta gerir svolítið oft hjá Akureyri. Já, allavega núna síðustu hérna leiki, en þeir voru bara aðeins klókar í lokinn og hérna, já, bara það var svona sem vantaði upp á í okkur og sem þeir höfðu umfram og því fór sem fór. Þetta var mjög kaflaskiptur leikur, það var bæði liðið voru með fórustu í dágóðum tíma. Þannig að það gerir þetta ennþá verra að lenda svona undir, þannig að það skiptir mestu máli. Já, við byrjum, lendum hann á 3-4 mörgum undir og náðum síðan að fórskoti í hálfleik og náðum held í einhverjum 4 mörgum og missum hann niður og þetta var bara hana, garatan sko. Það var bara smá klókind í lokin í okkur og við vorum alltaf svolítið áttum erfitt, kannski smá sóknarlega, menn hérna með axlarmeiðsli sko, þannig að við þurfum að finna menn sem getur skotað marki og hérna svo mistum við okkar örfenda mann síðan sem að breyti svolítið svona flæði á leiknum en engar afsakanir sko, það var allir að gefa allt í þetta og það er ekkert þetta að segja neitt, það er bara virðing á alla leikmenn, þeir gáðu allt sem þeir áttu og það er skára að tapa svona heldur en já, þegar maður skynjar akkurat til sko. Já, en nú eru þið komin í, það er svolítið súrýrast að vera komin í sumarfrí, það er snjór úti og svona, en hérna, hvað tekur við hjá þér núna? Ertu að fara að spila áfram með liðinu eða hvernig er sambandið? Nei, ég er nú að fara að hætta, það er þetta var ekki að gefa og segja það sko, síðan fyrsta leikurinn. Þú segir það svo oft, skilur maður veit aldrei hvað gerist næsta vitum, en ég allan ekki að vera leikmaður, en það var það ekki nema að einhver meiðsli eða eitthvað. Þú er ekki svona landslýsagan? Nei, ég veit ekki hvort maður taki kannski eitt verkefni í viðbót með landsliðinu, maður bara svoleiðis, en ekki sem leikmaður? Já, jú, kannski eitt svona verkefni sem leikmaður, kannski, já, ok. En annars er þetta að vera búið á mér, sem er mjög skrítið tilfinning, ég er ekki búinn að átta með það. Já, það er undarlegt. Herru, takk fyrir þetta og góða ferð þarna heim.